Komið sæl, þetta er þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Þátturinn sem við lesum ritningalestra á Guðspjall næstkomandi sunnudags og erum þannig betur undirbúin fyrir messu. Ég heiti Zakarías Ingólfsson og starfa sem prestur meðal annars í verkefninu játningabundin evangelisk lútersk kristni sem finnur á heimasíðunni jalk.is, jlk.is. Og þetta þýðir að ég þarf að undirbúa mig reglulega því ég er að skrifa ræður, sérstaklega með því að lesa og íhuga biblíutextana sem að ræðurnar eru haldnar út frá og gæta að samhenginu sem þessi textar standa í. Og þetta á ekki bara við presta eða ræðumenn, en á öllum stöðum þar sem notaðar eru svokallaðar textaraðir, þá er þetta að vita fyrirfram út frá hvaða texta er talað og eins og alltaf þá er auðveldur að hlusta og fylgjast með þegar maður hefur íhugað boðskapinn fyrirfram. Og þá er líka auðveldur að sjá í gegnum þá sem að nýta sér textana sem stökkbretti yfir í eitthvað allt annað. Sunnudagurinn kemur, er 7. sunnudagur eftir páska og hann er líka 7. og síðasti sunnudagur páskatímans. Þar með líka síðasti sunnudagur fyrir hvítasunnu og það er ekki laust við að ritningalestratnir að þessu sinni beri með sér ákveðna eftirvæntingu. Fyrir ritningalesturinn er úr Zakaríabók og horfir fram á við til upprisunar og til hins eilífa lífs á hinum hinsta degi. Síðari ritningalesturinn er úr postulasögunni og lýsir því hvernig postularnir og aðri lærisveinar biðu hvítasunnunar. Guðspjall þessa sunnudags kemur úr fyrirbæn Jesú fyrir postulunum fyrir handtöku hans á föstudeginum langa og sú fyrirbæn var reyndar líka fyrir okkur sem að höfum komist til trúar fyrir orð postulana. Meðan við bíðum eftir endurkomu Krists getum við fundið styrk í þeirri staðreynd að Jesús biður fyrir okkur. Það er eðlilegt að kirkjur landsins séu skreyttar með hvítum lit núna á sunnudags sem er litur allra Kristshátíðana og þá sérstaklega páskatímans. Sumstaðar er þó hugsanlegt að notast verði við rauðan sem er litur hvítasunnunar. Fyrir ritningalesturinn er eins og áður sagði að finna í 14. kafla Zakaríabókar frá síðustu setningu í 5. versi til 9. vers. Og fyrir þá sem ekki þekkja þessa bók, þekkja Zakaríabók, þá er hún spádómsbók aftarlega í Gamla testamentinu. Hún er reyndar næst síðust en kemur þá undan apókrýfubókunum ef að þær eru til staðar í þinni útgáfu, annars er hún þá næst síðasta bókin fyrir Nýja testamentið. Því ég var unglingur þá reyndi ég að lesa sumar af þessum spádómsbókum í Gamla testamentinu og komst fljótlega þeirri niðurstöðu að ég skildi bara ekki neitt. Og málið er nefnilega það að spádómsbækurnar eru að mestu leyti predikun sem fyrst og fremst er beint til Ísraels manna. Og sú predikun tengist þá oft stöðum, atburðum, orðum og hugtökum úr samtíma biblíunar, úr sögu Ísrael sem og úr lögmálinu. Þess vegna er mikilvægt að þekkja sögu Ísrael þegar við lesum spádómsbækurnar og ennfremur segir Kristur okkur það líka og hann segir okkur það ítrekað að spámennirnir töluðu hann og við verðum fyrst og fremst að lesa spámennina í því ljósi. Og spámaðurinn Zakaría, hann talar huggunar orð til gyðinga sem snéru sér aftur úr útlegð í Babylon. Drottinn hafði enn og aftur frelsað úr ánauð og nú bendir spámaðurinn Zakaría á að tíminn sé komin til að snúa sér aftur til drottins. Síðustu 3 kaflarnir, 12. til 14. kafli, þeir tala svo sérstaklega hina síðustu tíma og notar þá spámaðurinn gjarna hugtakið á þeim degi. Þetta hugtak heyrum við líka í fyrir ritningalestrinum. Kafli 14 er ræða sem að lítur til þessa hinsta dags frá ýmsum sjónarmiðum. Þetta er til dæmis dagur hernaðar, þegar allar þjóðir munu rísa gegn Ísrael. Jerúsalem mun bíða mikinn ósigur eins og hún gerði til dæmis árið 70 eftir Krist, en drottinn mun sjálfur berjast fyrir sínum líð og veita honum flótta leið á meðan hann berst fyrir borginni og berst fyrir línum sínum. Hann mun sjálfur berjast gegn þessum þjóðum og leiða aftur til sín þá sem að reynast trúir og treysta á hann. Í ritningalesturunum heyrum við síðan daginn sem er dagur hjálpræðisins og við skulum lesa hennar ritningalestur. Það eru Zakaríabók, kafla 14, versum 5-9 og hljóðar svo. En drottinn Guð minn mun koma og allir heilagir með honum. Á þeim degi mun hvorki verða hiti, kuldi né frost og það mun verða óslitinn dagur. Hann er drottni kunnur. Hvorki dagur né nótt
jafnvel kveldtíma mun vera bjart. Á þeim degi munu lifandi vötn út fljóta frá Jerúsalem og mun annar helmingur þeirra falla í Austurhafið en hinn helmingurinn í Vesturhafið. Skal það verða bæði sumar og vetur. Drottinn mun þá vera konungur yfir öllu landinu. Á þeim degi mun drottinn vera einn og nafn hans eitt. Þannig hljómar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Sakaría bók talar myndmáli hinn hinsta dag þegar ljómi drottins mun lýsa hans líð að eilífu. Hann mun sjá fyrir öllum þörfum þeirra. Hann mun vera konungur þeirra og búa hjá þeim að eilífu. Og hérna heyrum við sem sagt að spámaðurinn bendir áfram í áttina að Kristi, hann mun vera konungur þeirra. Og þema sunnudagsins að mörgu leyti eftirvæntingin, en þá ekki bara eftirvæntingin úthellingu heilags anda eins og passar inn í kirkjuárið, heldur þeirra eftirvæntingin endurkomi konungsins, endurkomi Krists á hinum hinsta degi. Þá mun hann gera alla hluti nýja og góða og það verður endalok þessa veraldar. Við tökum stuttlega hér og skoðum síðan síðari ritningalestur úr 1. kafla Postulasögunar eftir hlé. Komið sæl eftir þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og við ætlum núna að líta á síðari ritningalesturinn sem kemur úr 1. kafla Postulasögunar. Þetta að sumuleyti svolítið skrítin texti því að hann eiginlega ekki þannig hann segir svo rosalega mikið. Hann samastendur eiginlega af 3 versum bara sem í raun og veru gerir ekki annað en að setja hlutina á sviðið. Þau eru sagt undirbúningu fyrir það sem að síðan kemur frá með 15. versi. En Postulasagan byrjar á því í 1. versi sínu að útskýra það að hún framhald af Lúkas og Guðspjalli og tekur örstutt ágrip af Guðspjallinni. Og munum eftir því að eftir upprisuna fóru lærisveinar Jesú norður til Galílu og þetta 160 kilometrar sem sennilega hafa verið gangandi og fóru þá til fundar við Jesú þar og við heyrðum til dæmis á páskamorgni eða þar að segja sunnudaginn eftir páska þá heyrðum við það þegar Jesús birtist lærisveinunum við Galíluvatn eða við Tíberíasvatn. Nú þegar hvítasunnan síðan fór að nálgast þá héldu þeir aftur á stað suðrabóginn til Jerúsalem og voru komnir þangað fyrir uppstigningadag. Og þar í Jerúsalem gefur Jesús þeim ákveði fyrirmæli og ég ætla að lesa þetta fyrirmæli sem í 4. og 5. versi að hljómar svona. En hann var með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíða eftir fyrirheiti föðurins, sem þér, sagðan, hafið heyrt mig tala því að Jóhannes skýrði með vatni, en þér skuli skýrðir verða með heilugum anda, nú innan fárra daga. Nú eftir þetta sagt frá himnaför Jesú sem á sér stað á Olíufjallinu mitt á milli Jerúsalem og Betaníu. Eftir að Jesús var horfinn sjónum þeirra birtist engill sem myndi þá á að Jesús myndi koma aftur á skýjum himins með sama hætti og hann fór. Og síðan ritningalesturinn kemur síðan og segir okkur að postularnir sem og aðri lærisveinar snéru aftur til Jerúsalem og dvöldust þar í loftstofu. Og í framhaldi af því útskýrir Pétur, postuli, hvað felst í embætti postulana og bendir á það að það þurfa að finna mann sem að uppfyllir öll skilyrðin til þess að hann geti tekið við embætti Júdasar. En Júdas hafði mitt svikið Jesú og síðan hafði hann fyrirfarið sér á eftir, þannig að það vantaði einhver til þess að taka sér það embætti. Nú 2 menn reynast hæfir og eftir að hlutkest hefur varpað milli þeirra þá verður Mattías nokkur kallaður til embættisins og tekin í tölu hinna 12. Þá var hann orðinn opinber sjónavotturð upprisu Krists með hinum 11. Og frá himnaförinni og að hvítasunnu líða þá samtals 10 dagar, það er satt 40 dagar að hvítasunnu og síðan 50 dagar það eru 40 dagar að uppstignaði degi og síðan 10 dagar í viðbót samtals 50 að hvítasunnu. Og að frásögninni þá úthellingu heilags anda sem að byrjar í öðrum kafla. En við skulum skoða ritningalesturinn úr 1. kafla Postulasögunar og það eru vers 12-14 og þau hljóða svo.
Þá snéru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu sem svo nefnt og í nánd við Jerúsalem, hvíldardagsleið þaðan. Ef þeir komu þangað, fóru þeir upp í loftstofuna, þangað sem þeir dvöldust Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartolomeus, Mattheus, Jakob Alfeusson, Símon vandlætari og Júdas Jakobsson. Allir þessir voru með einum huga stöðugir í bæninni, ásamt konunum. María móðir Jesú var líka með þeim og bræður hans. Þannig hljómar hið heilaga orð, dýr sé þitt drottin, því þú hefur orðið eilífs, hvert annað ættum vér að fara. Himnaför Jesú Krists á sér stað í nánd við Betaníu og frá því sagt í enda Lúkasar guðspjalls og postulasagan bæti síðan hér við að það hafi verið á Olíufjallinu sem hvíldadagsleið frá Jerúsalem. Og þessi lýsing gerur okkur í raun mjög auðvelt fyrir að staðsetja himnaförina. Hún þarna á Olíufjallinu milli Jerúsalem og Betaníu. Samkvæmt 16. kafla annarra Mósebókar átti hver að halda kyrru fyrir á sínum stað á hvíldardegi og einhvern tíma var ákveðið að þetta þýddi að maður ætti ekki að fara lengra en 2000 álnir frá heimili sínu eða jafnvel þá 2000 álnir út fyrir borgarhlíðið ef maður átti heima í girtri borg. Og í SI einingum, einingum sem við notum í dag, þá það tæpur kílómetr. En það þýðir sem sagt þetta, við getum sagt með tiltölulega mikilli nákvæmni hvar og hvenar Jesús steig upp til himna og settist við hægri hönd Guðföður almáttugs, eins og við segjum í trújátningunni og vitnum þá í næst síðasta vers Markúsar guðspjalls. En eftir að Jesús var uppnuminn fóru postularnir 12, eða réttar að sagt þeir 11 sem eftir voru, yfir í loftstofu, þar sem þeir dvöldust fram að hvítasunnu. Og með þeim voru þá líka bræður Jesú og María móðir hans og að þessum dögum hafa síðan aðrir sem að trúðu á Jesú komið að heimsótt á og þegar Mattíus var kallaður til postulembættisins þá voru til dæmis 120 manns samankomnir. En það sem þessi hópur var að gera samkvæmt fyrirmælum Krists var einfaldlega það að bíða eftir fyrirheiti föðurinn sem að Jesú talar í 4. versi sem að átt að rætast innan fárra daga. Ritningalesturinn segir okkur með hreinum orðum hvernig þessi bið var. Hún markast af því að þeir voru með einum huga stöðugir í bæninni. Það segir í 14. versi. Og samfélagið þeirra markaðist af bæn og að hluti til þýddi það líka að þeir gengu yfir í mustrið á bænatímum og tóku þátt í bænagjörðinni sem þar var og þetta bendir síðasta vers Lúkasar guðspjalls okkur á. Postulasagan sýnir okkur að þeir héldu síðan þannig áfram eftir hvítasunnudag líka. En hér getum við tekið lærisveina Jesú okkur til fyrirmyndar. Fyrirheitið sem postularnir biðu eftir, það rætti Guð á hvítasunnudag. En samt sem áður býðum við ennþá eftir fyrirheitinu sem að engillinn myndi lærisveinuna á í 11. versi. Þegar engillinn sagði þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Meðan við býðum megi samfélag okkar markast af bæn og af orði Guðs í heilagri ritningu. Við skulum taka stutt hlé aftur og næst lesum við þá guðspjallið úr 17. kafla Jóhannes guðspjalls. Komið sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson. Sunnudaginn kemur síðasti sunnudagur fyrir hvítasunnu og guðspjallsunnudagsins kemur úr 17. kafla Jóhannesar guðspjalls. Og við lítum á þessa bók í heild, þá sjáum við að hún skiptist upp í nokkra megin hluta. Eftir inngangin í 1. kafla segir guðspjallið frá 7 kraftaverkum sem að Kristur gerði og frá þeim umræðum og þeirri kennslu sem að Kristur kom með í kjölfarið. Í 11. kafla sagt frá hinu síðasta af þessum 7 táknum þegar Jesús reisir Lasarus upp frá dauðum og stuttu eftir það þá heldur hann inn í Jerúsalem og dymbilvikan hefst. Nú kaflar 13 til 20
segja síðan frá páskahátíðinni með pínu, dauða og upprisu Krists. Og að lokum kemur síðan 21. kabli sem nokkurs konar eftirmáli og talar tíman milli páska og hvítasunnu. Það sem sagt inngangur og síðan kemur tákn og kennsla, það eru kablar 2-12, síðan koma páskarnir, kablar 13-20 og að lokum eftirmálin í kabla 21. Og Jóhannesar Guðspjall er að mörgu leyti frábrugðið hinum þremur að því leyti að það leggur mikla áherslu á að miðla til okkar ekki bara atburðunum fyrst og fremst, heldur í miklu meira mæli líka kennslu Krists. Nú er ég náttúrulega ekki við að það sé ekki kennsla í hinum Guðspjallunum líka, en þau hafa samt meiri áherslu á atburðin og atburðarrásina og það sem er að gerast, meðan Jóhannesar Guðspjall leggur meiri áherslu á kennsluna og hvað þessir atburðir merkja. Frásögnin af páskunum er þá engin undantekning á því og hér eru þess að heilir 5 kablar, kablar 13-17 sem að lýsa loka ræðu og kennslu Krists til postulana. Og þessi kennsla, hún hefst þá með fótafættinum í 13. kabla og henni lýkur með fyrirbæn Jesú sem er allur 17. kabli. Og samansetningin er þá þannig að hún byrjar á fótafættinum, síðan kemur kennslan og síðan loka bænin. Og þetta er svo að loka undirbúningu Krists á lærisveinum sínum og eftir það þá breytast hlutinni mikið með dauða og upprisu Krists. Nú Guðspjall sunnudagsins er hluti bænarinnar í kabla 17 þar sem að Jesús biður sérstaklega fyrir postulunum. Og nú skulum við lesa þennan texta og það er ekki allur kablinn sem við ætlum að lesa, heldur er það þá vers 9-17 og þau hljóða svo í Jesú nafni. Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dýrlegur orðin. Ég er ekki lengur í heiminum, þeir eru í heiminum, en ég kem til þín. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim varðveitti ég þá í nafni þínu, sem þú hefur gefið mér og gætt þeirra og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar, svo að ritningin rættist. Nú kem ég til þín. Þetta tala ég í heiminum til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnuð minn fullkomin. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá af því að þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá út úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Þessi fyrirbæn Jesú er fyrst og fremst bæn fyrir postulunum, að Faðirinn muni varðveita þá frá hinu illa. Og ég mun benda á síðar, þá er þessi bæn ekki bara fyrir postulunum, heldur líka fyrir okkur. En takið eftir þess við lásum í 9. versi. Jesús sagði, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem að þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Fyrirbæn Jesú, þótt hún sé bæn fyrir okkur sem á hann trúum, þá er hún ekki bæn fyrir öllum og hún gerir greinamun á þeim sem að tilheyra Jesú og þeim sem að tilheyra honum ekki. Og það er heimurinn eins og hann kallar það. Það eru allir þeir sem að tilheyra ekki Kristi. Og það er mikill alvarleiki þeirri staðreind að Jesús vill ekki kannast við þá sem að ekki vilja kannast við hann. Og þessi bæn er þá ekki bæn fyrir þeim. Og við munum kannski eftir orðunum í 10. kafla Matteusar Guðspjalls, vers 32-33. Hvern þann sem að kannast við mig fyrir mönnum mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem að afneitar mér fyrir mönnum mun ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Orði Jesú í bæninni sýna okkur að hann er samkvæmur sjálfum sér og þessi forsenda sem við heyrum hér, hún er ekki fallin úr gildi.
Sá sem að ekki vill kannast við Krist ætti þess að láta orð þessi vera eins og köllun til sín að snúa sér aftur til Krist. Því að það sem að Jesús gerir í raun ekki annað en að virða þá afstöðu, og það gerir hann með þrátt fyrir það að hann elskar þennan heim sem að hann hefur dæmt. Hann þráir líka að allir menn snúi sér við og játi hann sem Guð. Eins og segir í litlu biblíunni í 3. kafla Guðspjaldsins: Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og bæn Jesú beinir okkur síðan ennfremur að því orði sínu sem hann vil tala til okkar og sem ritað hefur verið niður í Guðspjallinu. Þess vegna skulum við taka með vers 20 sem er ekki hluti af Guðspjalli sunnudagsins en er samt nauðsynlegt til þess að útskýra textan. Jesús segir: Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Allir þeir sem að trúa orðinu og treysta Kristi, þeir kannast við hann og játa hann. Þess vegna mun Jesús sjálfur játa og kannast aftur við þá fyrir föðurnum á himnum. Og einmitt til þess er Guðspjallið líka skrifað eins og framkemur í lok 20. kafla. En þetta er ritað til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur sonur Guðs og að þér í trúnni eigið líf í hans nafni. Og með þeim orðum sláum við botnin í þáttinn í dag. Ég þakka ykkur samfélgina í dag og vona að þátturinn hafi orðið ykkur til gagns og uppbyggingar og ekki síst að hann verði góður undirbúningur fyrir messu á sunnudag. Verið sæl.